Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið Velkomin. aftur, Eftir, ekki Pás. svo, langa Nei, ó Jesús, þetta var hæðilegt Oh my god, skulum aldrei gera þetta aftur, við lofum. við erum græðilega ekki jafn mikið innsingu eins og við heldum. Nei, alls ekki. Nei, að því að þegar þessi þáttur kemur út, Já, þú veist, þá er vika frá því að síðasti þáttur kom út. Þannig að þá er ekki búið að vera pása, mm, en við erum búin að vera mjög léleg já, á undan því. já, rosalega, en við erum að koma okkur í gýrin aftur. Já, en já, þannig að ég segi bara velkomin. Já, eins og vonandi verða venjulega, alltaf vikulega. Já, en ég vona að verði ekki fúl að sjá eitthvað annað heldur en þriðja Marlin. Já, það er bara, ég held að þurfi mitt, þú þarft að, Ég er bara ekki búin að hafa tíma. nei, þetta er bara rosalega við áttum mikið efni og það er einmitt mikið sem gerðist í sögu okkar konu. Já, og það er búin mjög mikið að gera hjá mér, þannig að, og mér langar að gera þetta vel. Algjörlega. En já, þannig að ég er að taka þáttinn í dag og einmitt. við Long bara- time no see frá þér. Nefnilega, sko. Ég er bara komin á æfingu, sko. Já, Ég veit ekkert hvað ég er að gera henni. hlustundur eru bara búin að vera fastið með mig. Já, Já, einmitt. en já, ég hef spurningu. Ok, hvað er maður? Ég held að við höfum ekki tekið þetta. Ok. En hvaða þættir eða mynd sem byggð er á sögulegum atbyrðum er þín uppáhalds? Já, við höfum ekki haft þessa spurningu. Nei, Við það er höfum nokkuð. nefnilega spurt hvað þú væri til í að sjá sem er ekki búið að vera tækið að allavega lítið tekið. Já, En uppáhalds sögulega mynd. já, eða þættir. Já, þættir, einmitt. Þetta er góð spurning. Það er bara nokkuð sem kemur til greina. Já, Gladiator er náttúrulega mjög góð mynd. 1. Já, Gladiator 1. Ekki Við tölum ekki um 2. Nei. Við erum ekki búin að sjá hana, en það sem við höfum séð, nei. Þannig Þannig að, já, Gladiator 1. Það er einmitt. Ég sá brot úr myndinni þar sem það er að, þú veist, eins og í rómverskum húsum, það var oft skrifað inn í vegginn, þú veist, bara eitthvað svona texti. Í Gladiator 2 þá er sá texti á ensku í staðan fyrir latínu, Einmitt. sem er Tungumál sem var ekki til. einmitt, bókstaflega var bara ekki til. En já, það er annað mál. Já, en er eitthvað annað heldur en Gladiator? En bara fyndi, ég hef ekkert hort það mikið á svona sögulega þætti. Þú veist, það er meira myndir hjá mér. Já, en þess, ég vildi bara hafa þættina með. Algjörlega. Þannig ég get ekki komið mikið að þáttum. En síðan líka Amadeus, Ó, hún er góð. mjög góð. Það er bara, já, þetta er svo velgerð mynd. Og líka í dyrka hana gæðin sem leikur Mozart. Oh my god, hláturinn. Þú veist líka bara hann lítur út eins og reitt púðla, Ég veit. sem er svo fyndið. En það er virkilega góð mynd. Það er virkilega góð mynd. Hún er gömul en góð. Alveg mæli heiklust með henni. Annars ekkert svona Nei. sem er dettur í hug sem er eitthvað svona uppáhalds. Það eru rauninni þessar tvær sem eru svona í uppáhaldi á mér. Já. Yfir þessu. Ok. Já. Og einmitt, ég er einhverjum ástæðum bara mann ég ekki eftir neinu þáttum sem ég er eitthvað að missa mig yfir. Það er örugglega eitthvað sem ég er að gleyma. 100%. Já, samt, ég veit ekki hvort að það hefur verið eitthvað sem þú hefur horft á. Þú hefur hort á miklu meira, þú veist, Já. þessu Tudors og þetta, sko. Já, Já, og Versailles við erum alltaf ekki að gera. og Crown. Ég horfði aðeins á Versailles með þér. Ég horfði á fyrstu seríuna, held ég. Jú, var það ekki? Þau voru mjög góður. Já. En, hvað með þig? Sko, það er einmitt þættinni sem varst að nefna og einmitt The Crown og virkilega velgerðir. Annars með mynd þá er The King's Speech svolítið í uppáldi. Já, auðvitað, vá. Hvernig get ég gleymt henni? Hún er geggjuð. En svo líka, þú veist, eins og Hidden Figures. Já, ég eftir að sjá hana. Ha? Ok, við erum frá að horfa á hana eftir. Mega til. Og þú veist, náttúrulega líka bara Schindler's List. Já, Það eru náttúrulega rosa margar. Já, einmitt.
Allar þessar seinni heimstyrjaldarmyndir. Já. Oh my god, hvernig ég búin að gleyma öllu þeim? Saving Private Ryan og Downfall. Downfall, já. Ég er alveg, það ekki neitt í hausnum að mér lengur, sko. The Great Escape, oh my god, hvernig man ég ekki eftir því? Ég man ekki eftir henni, hef ég séð hana? Nei, þú hefur ekki séð hana. Nei, þú verður að séð hana, hún er ekki. Steve McQueen. Já, Darkest Hour. Já, auðvitað. Að hvernig þetta gleyma henni? Jesus. Ég er búin að horfa á þetta allt, sko. Já. Það hljómar eins og ég hef ekki hort á neitt, sko. Nei, og The Last Duel. Já, hún var góð. Hún var góð. Hún var rosa góð. Mitt á Disney, heldur hún sé þar ennþá. Já, mæli með ef þið hafa ekki séð hana. En sko, þú veist, svo eins og finnst mér Marie Antoinette myndin mjög skemmtilega en hún er rosalega lauslega byggð á Sönnu. Hún er líka mjög svona og annarkvort hatar hana eða elskar hana, víst. Já, ég elska hana. Já, einmitt. Mér finnst hún skemmtilega, sko. Að því að hana Kirsten Dunst, er ekki Kirsten Dunst í henni? Jú. Já, hún er actually góð. Ó já, 100%, hún er geggjuð í þessu. Og svo er þetta líka myndin eins og Walk the Line. Já, auðvitað. Já, hún er geggjuð. Hún er ógeðslega góð. Hún er sjúklega góð. En ég myndi samt eiginlega segja já, að King's Speech væri svona svolítið uppáhalds. Já, ég get tekið undir það, hún er geggjuð. Og A Crown sem þættir. Ég var einmitt að fatta þætti sem ég horfði á. Ég er reyndar ekki búin að horfa á í smá tíma. En Vikings, fyrstu seríunar eru geggjaðar. Já, er það samt ekki svolítið mjög lauslega byggt á? Nei, mun meira byggt á heldur en lauslega, sko. Okay. En alltaf erfitt að segja út Já, þegar heimildunar eru svona. En ég held kannski, mér fannst einhvern veginn eins og þú stóð búningarnir og sett og aðstæður og svona væri off. Það er reyndar svona eina sem fór í taugunar á mér er að sagt, þegar þeir tölu gömlu norskuna að þá fengu Svíja til þess að hjálpa með framburinn. Já, þannig að allir úrslega glaðir. Já, og svona smá syngjandi. Já. Og maður tók alveg eftir í veist, og ég skil ekki bara af hverju það hafi ekki fengið bara einhvern Íslending sem er bara, við erum miklu nær. Já, það er mun auðveldar fyrir okkur að hjálpa. Já. Veist, bókstaflega hefði getað fengið einhvern lall út í bæ og borgunum 50 skall, skilur. True. En já, en samt, ég verði samt að nefna eitt að því að áður en þú byrjar máli eitt að því að ég er að reyna svona við minkum hvað við erum búin að vera lengi ofta að byrja þættina. Já, það er fullt klift út einhver águr. Já, ég veit það en samt. En við horfðum á mjög góða heimildaþætti daginn sem á Disney sem að heiti hann The Fox Hollow Murders eða The Killings at Fox Hollow eitthvað þannig Fox Hollow virkilega góðir og ég hafa búin að heyra þetta mál hjá Morbid með mig minni morðkastinu líka ég samt bara manna ekki að því það er náttúrulega skýr ekki þættinu sín eftir. Nei, já, það er að vera með morgasteg, sko. Já, þannig að það er að vera að muna eða leita allan uppi. En það var svona margt sem kom fram sem ég vissi ekki. Eins og óþægilegu gaurinn í þætti. Já, við erum ekki að segja mikið. Nei, ég ætla bara að segja óþægilegu gaurinn. Það var eitthvað sem ég vissi ekki. Já, ok. Og ég fæ bara klínu í tær bara við að ímynda mér andliti á honum, sko. Sérstaklega það hann brosti. Þessi maður á ekki brosa. Nei. En við mælum með eitthvað Killings at Fox Hollow eða Fox Hollow Murders rosa óþægilegt að mynda af Gínu. Já, Fox Hollow Farm. Já, það er staðurinn. Nei, það hét þannig að minnum við Murders at Fox Hollow Farm. Já, ok, eitthvað Murders, Killings, eitthvað Fox Hollow, eitthvað geggjað. En allavega ég ætla að vinda mér máli. Og þetta er mál, eða ekki, sem kom út frá því að þú last Nightingale. Nei, ég breytti skoðun, það kemur setna. Það kemur setna? Ok, af því að þú varst byrjar á því. Ég var byrjar á því, já. Ok. En það er aðeins veigamegra mál heldur en ég bjóst við þegar ég byrjaði. Þannig ég ákvað að taka eitthvað sem í rauninni tengist Marilyn, þannig að við erum aðeins að halda við. Já, auðvitað, núna man ég, þetta tengist The Husband Number 2. Í dag, kæru hlustendur, erum við ennþá í Bandaríkjunum og á sama tíma og Marilyn okkar er upp á, sem sagt cirka 1950,
pluss mínus nokkur ár. En í staðin fyrir glamúrin að þá ætla ég að tala um vænisýkina, hræðsluna og ofsóknir sem voru uppi á þessum tíma. Á meðan þessi tími er vanlega bendlaði við gullöld Hollywood að þá var kaldastríðið að byrja á fullu og upp úr því spruttu ofsóknir gagnvart öllum kommunistum sem voru í Bandaríkjunum. Það var bara litið á kommunismu bara eins og pláu. Nefnilega. Þetta var bara svartu dauði. Já, þú í rauninni. Þetta var það var meira eins og þetta væri veira frekar heldur en eitthvað annað sem er rosa fyndið. En þessar ofsóknir voru kallar McCarthyismi og þetta bara sneri mann gegn manni. Fólk var sent í fangelsi, útlegð og sumir líflátnir. En eins og margt þá er þetta ekki bara einn gæi sem byrjaði þetta einn daginn. Það er alltaf smá forsaga og sögulegt samhengi er mjög þarft í þessu máli. Þannig að ég þarf að fara smá aftur á bök. Til að byrja með að það var kommunismi aldrei sérstaklega vinsæll í Bandaríkjunum. Ég verður að byrja á það að undirstrika það. En það er náttúrulega bara kemur samt svo mikið út frá hatriðara við Rússland. Já. Það er raunin ekki hugmyndafræði kommunismans. Nei. Sem að þeir eru svo mikið á móti. Það er miklu meira bara rússar eru kommunistar. Við höfum rússa. Já, að vissuleiti. En ekki alveg. Nei, en svona... En það spilar rosalega stóran þátt. Já, svolítið svona, og það er svona grunnurinn. Það er svona það sem ofta fyrsta sem að fólk fréttir af kommunisma. Já, meðal annars. Já. En það samt sem áður spruttu upp 2 kommunistaflokkar 1919 í Bandaríkjunum sem saminuðu síðan í kommunistaflokk Bandaríkjana 1921. Þetta kemur í kjölfar fall rússnesku konungsfjölskyldunar þegar bolsjevikanir keisarafjölskyldunar þegar bolsjevikanir taka yfir. Þetta hræddi bandarísku ríkisstjórnina dálítið mikið þar sem að kommunisminn fór gegn öllu því sem Bandaríkin stóðu fyrir. Hugmyndafræðilega. Bara í rosalega stuttumáli að þá er kommunismi byggður á kommunistaávarpinu eftir Karl Marx og Friedrich Engels sem vill að allir séu jafnir og engin keppni ríkidæmi sé til. Það er andstæðan við kapitalismann í Bandaríkjunum. Það að kommunistar voru byrjaðir að fá eitthvað svona fylgi hrætti á. Þannig að upp úr fyrri heimstyrjöldinni þá kemur rauða hræðslan eða The Red Scare. Þar sem kananir voru hrættir áhrif kommunismans í þjóðinni. Kemur rauða höndin þá út frá þessu? Já, meðal annars. Það er sem sagt allt rauða eitthvað í rauninni sprettur upp frá þessu. Út af því að einmitt sovjíski fáninn er rauður. Já. Og einmitt þetta er líka kallað kommunismin kallar The Red Menace og svona. Upp úr þessu leggja þeir á lög sem gerir þeim kleift að handtaka kommunista fyrir að ógna þjóðinni. Og það er bara, þeir voru að ógna þjóðinni með því sem þeir sögðu og gerðu. Ofan á það að þá voru þau ekki að auglýsa hvað þau sögðu og gerðu sem bjóð til þessa dulúð í kringu þau. Og það bjóð til svona samsæri stemmingu svona sem hékk á þau. Það er alltaf verið eitthvað, kommunistin er eitthvað að gera og rússanir er að njúsna okkur og bleibli. Vinur minn sem á frænda sem þekki þennan, heyrði þennan, segja svona. Akkurat. Þetta var allt þetta og svona ástæðan fyrir því að fólk var svona í rauninni hrætt, í rauninni bara þessi myþológía sem er í kringum þetta. Já, líka bara vissi ekki, voru ekki með staðreyndinar. Og einmitt, kommunistanir héldu ákveðni dulúð í kringum þetta, voru ekkert að segja hvað þau voru að gera og hvað þau voru að ræða út af því að þau voru réttilega hrætt að vera dæmt, harkalega og sem og þau voru samt sem áður þannig að þetta var svona damned if you do, damned if you don't dæmi sko. Já. Fólk var handtekið og fór fyrir dóm en þetta fjall niður sjálft sig rétt eftir fyrir heimsstyrjöldina, svona dálítið. Það fólk sem var handtekið var sleppt eftir nokkur ár þar sem það voru lítil sem engin sönnunargögn þeirra tengingu við bolsjevikana. Ofan á það að þá er þetta brot á fyrstu leiðréttingunni í stjórnarskrá Bandaríkjanna, the First Amendment. Sem sagt, þingið skal ekki gera nein lög sem kemur að trúarstofnun
eða að banna frjálsa iðkun þess, eða að draga úr málfrelsi eða frelsi pressunar, eða rétt fólks til að safna saman friðsamlega og að leggja fram beiðni til ríkisstjórnarinnar lagfæringu á ósanngirni. Þetta er þýðingin á. Já. Og ég að lesa þetta upp út af því að the First Amendment kemur mjög oft upp í þessu. Og sem sagt að það sé verið að brjóta á fyrstu leiðréttingunni. Já, eins mjög og oft fyrir. verið að gera svolítið mikið í dag. Nefnilega, og einmitt, það ekkert það skrítið að fólk sjáu mjög mikið af því sem ég mun tala í dag í það sem að gerast í Bandaríkjunum akkurat núna. Já. Sem rosalega leiðilegt. En það var samt sem áður hægt að gera mikinn skaða áður en hræðslan hjaðnaði. Alexander Mitchell Palmer var ríkisaksóknari á þessum tíma og mikill andstæðingur andríkis stjórnarhreyfingar að öllu leyti, sem sagt eins og kommunismi og anarkismi og blei. Hann fór í það að handtaka fólk sem var grunað að vera kommunistar eða anarkistar eða eitthvað. Í desember 1919 að þá handtók hann 250 manns og flutti þá úr landi til Sovétríkjanna. Hæ? Þetta Jafnvel þótt að það hefði bara verið fætt og uppalinn í Bandaríkjunum eða... Það enda kemur ekki fram, þannig að það verði, það væri svolítið brútal. Nefnilega, sko. Ef þú er bara grunaður að vera eitthvað og það þér bara flekt úr þínu heimalandi. Einmitt, sko, út frá næstu staðarind, þá held ég að þetta hafa allt verið innflytjendur. Ok, sem ég er ekki að segja það sé skárra. Nei, alls ekki. En það er rosalega erfitt að réttlæta eitthvað sem fættist í landinu. Já, að henda honum út. Ég alveg samanlegar. Það er bara eins og Bretarnir gerðu með, þú nýttu Ástralíu í. Nefnilega. Í byrjun janúar 1920 þá handtók hann 6.000 grunaða róttæklinga og þeir sem voru ekki með ríkisborgararétt voru fluttir á landi. Já, en það hefur bara verið innflytjendur eða fólk ekki með ríkisborgararétt. Líklega. Já. Í lok janúar var talan komin upp í 10.000 manns sem hefur verið handtekinn og var þetta á þeim tíma stærsta fjölda handtaka í sögu Bandaríkjanna. Þetta var þekkt sem Palmer árásinnar. Almenningur studdi Palmer að mestu en það voru margir sem gagnrýndu hann fyrir brot á mannréttindum. Síðan stuttu eftir 1920 var þetta að mestu staðið yfir en skaðin var skeður. Ég segi ykkur af hverju ég minnist á þetta seinna í þættinum. Það síðan stofnuð þingdeild óamerískrar starfsemir nefndin eða The House of Un-American Activities Committee árið 1938. Er þá verið að tala að kommunisti sé óamerískur? Já, sem sagt að mestu. Þessi stofnun var gerð í þeim tilgangi til þess að sporna gegn kommunisma í Bandaríkjunum og hún var starfandi alveg til 1975. Þessi stofnun í rauninni aðeins eldri, þar sem hún var í rauninni til þess að sporna gegn nasisma en þróaðist yfir í þetta. Okay. En gagnrýnendur þessara stofnunar fóru fram á brot fyrstu leiðréttingu stjórnarskrárinnar og alveg eins og var gert áður, en núna var bara ekki hlustað jafn mikið á þessa gagnrýnendur. Það síðan 1940 þar sem þessi ofsahræðsla við Rússana byrjar að myndast aftur. Þetta nefnilega skrítin tími byrjunin á stríðinu. Til að byrja með að þá eru Rússanir á ágætlega vinalegum nótum með nasistunum. Þeir skrifuðu undir 10 ára griðarsáttmála 23. ágúst 1939. Þannig að það er auðvelt að horfa þá á það sem að Rússanir voru nasistamegin í stríðinu frekar en bandamanna. Já, þeir skrifu undir samningin samt bara nokkrum dögum áður en nasistar ráðast inn í Pólland. Já. Sem er í rauninni svona sem margir segja sé upphafið. Já, það er allavega í mjög mörgum sögubókum setta 1. september sé. Já, þannig að ég veit ekki, ég veit ekki hversu mikið mark maður á að taka á sem friðarsáttmála. Nei. Það sem að þetta er skráð á þessum tíma þegar þau voru svona í upphafi og einmitt áður en formlega svona stríði hefst að alvöru. Þannig að hvort þetta sé bara pappír sem var síðan hendun í skúffu og ekki pælt í. Algjörlega. En mér finnst þetta, ég veit ekki, samt einhvern veginn ekki merkjum það að þeir hafi verið friendly. Nei. En það er röglega mörg sem eru ásammála mér.
Já, þetta er eins og segið, það er ekkert mjög ljóst hvernig fólk horfði á þetta á þessum tíma. En það er sem sagt á þessum tíma það sem að Smith-lögin eru samþykkt, sem sagt 1940. Það var þessi hræðsla að sósíalista og kommunista hreyfingar yrðu mjög vinsalar og miðað við að þær hreyfingar ollu miklu stríði, að þá er það skiljanlegt. Þessi lög bönnuðu meðmæli, hvatningu, ráðleggingar eða kennslu á þessum hugmyndafræðum. Það voru 11 sem voru handteknir og dregnir fyrir dóm. Þetta stóðst í þetta skipti þar sem dómararnir sögðu að þetta væri ekki brot á fyrstu leiðréttingu í stjórnarskránni. Þannig að lögin héldu sér. Því basically létu það slæta. Ég veit það, já. Svona eins og er að gerast í dag. Já, nefnilega. En síðan eru Rússanir allt í einu í liði með Bandaríkjunum og þá veit enginn hvað þeim á að finnast það. Þannig að þetta er svona, það í rauninni gerist rosa lítið á baráttunni við kommunismann á þessum tíma. En stutt eftir stríðið þá fór samband Bandaríkjanna og Sovétríkjanna aftur í vaskinn og þessi ofsarhærsla við Rússana byrjaði á ný og mun meir en áður. Þetta var tími sem var kallaður seinni rauðahræðslan og þetta byrjaði með því að óameríska nefndin sem ég nefndi áðan var samþykkt sem varanlegur hluti af ríkisstjórninni árið 1945 eða 1946, það eru mismunandi milli heimilda. Já. Og sem sagt byrjaði 2 árum seinna að rannsaka og ásaka fólk fyrir kommunisma. Síðan kemur 1947 sem er aðal byrjunin á þessu. Til að byrja með að þá er Joseph McCarthy kjörinn í öldungadeildina það ár og hann var hávaresti óvinur kommunistana. Það er einmitt við hann sem McCarthyismin er bendlaður. En ég kem betur á honum seinna. Eitt mikilvægasta vopn andkommunistana var Executive Order 9835 sem forsetinn Harry S. Truman skrifaði undir í mars sama ár. Þetta var kallað hollustu og öryggiskerfið eða Loyalty Security Program og krafist þess að starfsfólk ríkisins færi gegnum skimun til að sjá hvort þau væri kommunistar eða ekki. Hvernig átt að sjá það? Góð spurning. Þau þurftu líka að taka hollustu eið. Þess að bara, eins og Pledge Allegiance, ég gert í Bandaríkjunum. Já, eða eins og I swear to tell the truth, the whole truth and nothing. Já, þau þurftu bara að sverja fyrir þessu kerfi. Truman var mótfallin þessu og óttaðist að þetta yrði að nornavegum. En á tími mikilla spennu og þá fannst honum þetta samt sem áður nauðsynlegt fyrir þjóðaröryggi. Spennan var samt að mestu leyti liðin. Kaldastríð er að byrja nefnilega. Það er samt seinna. Byrjunin er samt komin sko. Hann var ekki einn að vera hlindur þessu. Margir studdan í þessari ákvörðunartöku en hann átti samt eftir að komast að því hversu alvarlegt þetta myndi verða og hversu mikla nornaveðar þetta yrði. Frá upphafi þess 1947 og til 1956 þá fóru 5 milljón starfsmenn ríkisins í skimun sem endaði í 2700 brottrekstrum og 12.000 uppsögnum. Mér finnst þetta svona gali á því að þannig eru náttúrulega samfélagsmiðlar ekki kominir og fólk er ekki með tölvur. Þannig að þá er þetta bara svona hearsay. Já, algjörlega. Það er bara þessi sagði óvart eitthvað vitlaust. En það er kannski bara búið að taka það úr samhengi. Já, algjörlega. Þetta er svo galið, svo þetta spilt. Þetta er ótrúlega galið og spilt, alveg 100% samanlægur. Hann Joseph McCarthy byrjaði að ásaka fólk opinberlega fyrir stuðningu kommunisma. Hann setti saman lista sem síbreyttist og dró fólkið á listanum í sviðsljósið og bara ásakaði opinberlega bara þú ert kommunisti eða er búin að hjálpa kommunistum bleið. Þetta byrjaði með starfsfólk ríkisins en fór síðan yfir í alla þegna ríkisins. Hann notaði hollustu og öryggiskerfi Trumans sem stökkpall og ásakaði hellinga af fólki. Og vandamáli við þessar opinberlegu ásakanir er að ef þú varst ásakaður af einhverjum pólitíkus eða blaðmanni að þá varstu í rauninni cancelaður. Það breytti engu að það voru engin sönnunargögn á bakvið þessar ásakanir. Þetta gæti eyðilegt líf fólks. Fólk misti vinnuna, fekk ekki vinnu annars staðar,
varð fyrir skítkasti frá öðru fólki og svo framins. En var þetta ekki raunin bara góð leið til þess að cancela óvinni sína? Ég trúi því að það var mikið af því í gangi. Já, við erum ennþá á árinu 1947 en þá fóru þau í óamerísku nefndinni að rannsaka allskyns kommunisma í Bandaríkjunum og þá sérstaklega áhrif þeirra í Hollywood. Þau voru fullvissu það að kommunismin væri víðtækur í Hollywood. Þau ásökuðu marga í bransanum tenginga við Sovétríkin næstu 4 árin og byrjaði það með ásökunum á The Hollywood 10. Þetta voru 10 menn í bransanum sem þau ásökuðu kommunisma og þeir voru dregnir fyrir dóm. Þeir neituðu að vitna og var það tekið sem að þeir játuðu glæpinn. Þeir voru útskúfaðir á bransanum og fengu ekki að taka þátt í neinum verkefnum næsta áratuginn. Já. Þetta vatt upp á sig fljótlega. Fleiri og fleiri voru dregnir fyrir framan nefndina og látnir sverja hollustueið. Ásakaður kommunisma eða skipaðir að nefna aðila sem tengdu streyfingunni. Út frá því urðu 300 manns settir á svartalistan og fengu ekki vinnu neinstaðar. Margir þeir sem voru dregnir fyrir nefndina pled the fifth. Kausu að tjá sig ekki. Einmitt. Sem að á þessum tíma þögnin sam og samþyggi. Nefnilega. Sem náttúrulega svo sannarlega ekki. Já, þetta var bara tekið sem játning. Já. En sumir báru vitni til að mynda Elia Kazan og nefndu aðra í bransanum sem voru kommunistar. Þeir sem voru nefndir voru settir á svartalistan. Þannig að þeir gátu ekki einu sem vari sig. Nei. Ef þú varst bara nefndir af einhverjum öðrum, þá varstu bara á listanum. Þetta er smá eins og byltingin. Nefnilega, ég setti það hérna í textana hérna niður. En frægasta máli af þessu Hollywood dæmi var 1948 þegar Whittaker Chambers, fyrrum meðlimum kommunistaflokksins, bar vitni fyrir nefndinni. Sú réttarhöld enduðu með því að Alger Hiss, starfsmaður ríkisins, var handtekinn fyrir njósnastarfsemi. Það var ekki staðfest fyrir upp úr dauða hans, 90 eitthvað, að hann var actually njósnari. Já, ok. Og einmitt, hann neitaði alveg fram á dauðadagsinn og það var einhver svona law professor sem sagt í einhverjum háskóla og tengdasonur lögfræðings sem sagt þessa Hiss. Þeir tveir fóru í málið og rannsökuðu þetta og einmitt komist að því hann var actually njósnari. Ok. Já. Þannig að þeir náðu einum, það er staðfest, en hversu mörgum öðrum, það er ekki víst. En já, eins og ég nefndi að þessi svartalisti meinaði fólki að vinna í bransanum vel inn í 7. áratuginn. 1950 er líka stórt ár fyrir McCarthyismann. Það er þá sem að Kóreustríðið byrjar. Í mjög stuttumáli að þá var það stríð milli Norður- og Suður-Kóreu. Suður-Kórea var demokratískt land sem var stutt af Bandaríkjunum og Norður-Kórea var stutt af Sovétríkjunum og Kína, kommunistum. Bandaríkjumenn bárust í þessu stríði með Suður-Kóreumönnum og einmitt stríðið gaf McCarthyismannum ákveðið lögmæti og voru fleiri sem stuttur hreyfinguna. Já, því rauninni þá þurfti að réttlæta stríðið. Þannig að fólk var að réttlæta sína einu samvisku. Nefnilega. En þú veist, það er náttúrulega eftir á, þá veitum við að náttúrulega Norður-Kórea var ekki frábær. Alls ekki og er það ekki í dag. Einmitt. Þannig að en þetta er svona leiðilegur fylgikvelli af í rauninni þessu stríði. Og einmitt sama ár var síðan samþykkt eftirlit niðurrifsstarfsemi lögin eða The Subversive Activities Control Act eða betur þekkt sem McCarran lögin. Karen? McCarran. Bara hvort að Karen sé að koma þaðan? Það væri geggjusaga ef að Karen kemi frá þessum lögum. Þessi lög gerðu það að taka einhvers konar skref í hjálp við eða að setja upp alræðislegt einræði sem glæp. Eins og með Smith-lögin að þá eru þetta frekar óljós lög og hægt að túlka þetta á marga vegu sem getur verið mjög hentugt fyrir ríkisstjórnina. Þannig að einmitt, þú getur túlkað mjög margt sem að eitthvað sé hjálp til þess að setja upp alræðislegt einræði. Forsetinn Harry S. Truman notaði neitunarvaldið á þessi lög, en
þingi greip fyrir höndunum ánum og samþyktu þessi lög samt sem áður. Þetta hélt ótrautt áfram í nokkur ár þar sem fólk bjó í ótta að vera ásakað kommunisma. Minnir sem í á frönsku byltinguna, nema ekki eins blóðugt. Jú, ekki alveg að brútal. Já. Fólk var orðið þreytt á honum McCarthy og voru margir ósáttir með aðferðar hans. Demokratar jafnt sem republikanar vildu hann burt en það var lítið sem þau gátu gert þar sem enginn vildi fórna pólitíska ferlinu sínum á því að fara á mótunum. Dómarar leyfðu brotum á fyrstu leiðréttingu stjórnarskránar að fara í gegn vegna þess að þeir vildi ekki láta það líta út eins og þeir voru hliðhollir kommunisma. Hann Dwight D. Eisenhower síðan svarinn sem forseti Bandaríkjanna í janúar 1953 og margir bundu vonir síðanar á því að hann myndi taka á honum McCarthy. En samkvæmt heimildum að þá vildi hann ekkert með hann hafa. Hann var í smá erfiðri stöðu sjálfur og því að hann mátti ekki líta út eins og hann myndi leyfa kommunisma að taka við Bandaríkjunum. Já. Þannig að Eisenhower ákvað að gera ekki neitt þótt hann hafi ekki þolað McCarthy, hann hata hann. Margir líta þannig á það að hann hafi leyft þessu að ganga lengra en það þurfti. Það virðist svo sem að ekkert myndi stoppa þetta, en McCarthy gerði það sjálfur þegar hann ásakaði herinn að vera að fela eða heimila kommunisma hjá sér 1954. Þá fór að síga á fólk að þetta var kannski ekki svo rökrætt hjá honum. Þessi réttarhöld voru sett í sjónvarpi og var þetta mesta áhorf á atburði í beinni á þá litlu sögu sjónvarsins. Þetta byrjaði á því að herinn ásakaði McCarthy og hans hægri hönd, Roy M. Cohn, að það var sótt eftir sérmeðferð eins hermanns, David Shine. Þessi David Shine bæði vann fyrir McCarthy og var góður vinur Cohn. Já, þannig bara spilling. Já, og út frá því þá ásakaði McCarthy herinn að nota þessa ásökun til að skemma fyrir rannsókn McCarthys á kommunisma og samkynhneigðum í hernum. Þannig að já, hann ákvað að fara í mótmál gegn þessu. Að sjálfsögðu. Þetta fór fyrir dóm og það var Joseph Nye Welch sem fór gegn þeim fyrir hönd hersins. Hann var þekktur fyrir kaldhæðni sína og lét fólkið í salnum endurtekið fara að hlæja. Það var eitt sem stakk sérstaklega vel hjá honum. McCarthy kom með eina mynd sem sönnunargagn fyrir sinn málstað. Myndin hafi verið mjög bersýnilega breytt og klippt til. Hvernig kemur það mér ekki á óvart? Það bara ekkert að þessu á að koma þér á óvart á þessum tímabúti. Þegar starfsmaðurinn sem hafði átt við myndina hafði sagst ekkert vita hvaðan myndin kæmi, að þá spurði Welch hvort að myndin hefði komið frá Pixie, eða sem sagt álf. Fólk hló og áttaði sig á hversu fáránleg þessi ásökun McCarthys var. En naglinn í kistu McCarthys kom síðan þegar að hann ásakaði eitt starfsmann á stofu Welch að vera kommunisti. Þessi starfsmaður hafði verið rúmum 10 árum áður í kommunista nefnd í háskólinu sínum. Við erum að tala þó nokkur ár. Fyrir réttarhöldin höfðu Welch, Cohn og McCarthy ákveða að nefna ekki þennan starfsmann Welch. Það sem að, þessi starfsmann hefur ekkert að gera með þetta. McCarthy var á afturfótunum öll réttarhöldin og á ögurstundu þá ákveða hann að nefna þennan starfsmann á nafn og svertamannorð Welch. Ásaka Welch að vinna með kommunistan. Já, vera svona harboring. Já. Svona fela. Einmitt. Þetta fór ekki eins og hann hefði vonast og almenningsálit fyrir honum tók dýfu. Welch og Cohn voru báðir mjög pirraðir yfir þessu og það sést í útsendingunni. Og Welch reyndi að koma umræðinu af þessum aumingja manni. En McCarthy hélt áfram að nefna hann nafn. Og Welch endar með því að segja "Let us not assassinate this lad further, Senator. You have done enough. Have you no sense of decency?" Eftir þetta var þetta búispil. Hann misti fylgi í hreyfingunni sinni og þetta fjaraði út hægt og rólega. Og hann dó síðan nokkrum árum seinna úr alkoholisma. Okay. En einmitt þó svo að þetta svona fjaraði út þá voru samt eftirköstina þessu fundin alveg fram í 7. áratuginn. Það er sem eins og þeir sem voru úr The Hollywood 10
þeir fengi ekkert vinnu aftur fyrir en upp úr 61 í fyrsta lagi. Já, einmitt. En það sem margir sem vilja kalla þessa hreyfingu húverisma frekar. Og það eftir J. Edgar Hoover. Akkurat. Það honum í raunin að þakka að þessi hreyfing varð svona stór. Já, enda merkilegur maður. Nefnilega. Og ég mun ekki tíma að taka Hoover fyrir sérstaklega. En svona aðal ástæðan fyrir að fólk talar Hoover sem svona í rauninni aðal gæjan á bakvið þetta allt að til að byrja með þá var hann með Palmer í Palmer árásunum, annað sem ég nefndi fyrst. Já. Þessi Palmer ræður hann inn í sem sagt, the Justice Department 1919 og þar sýndi Hoover sig sem mjög góðan í það að safna upplýsingum sem sagt, kommunista og anarkista og hann í rauninni eitt af ástafunum fyrir því að þessar handtökur voru svona vel hefnaðar innan gæsalappa. Já. Og Hoover var mjög mikill kommunista maður og safnaði mjög mikið af upplýsingum kommunista í Bandaríkjunum. En hann var mjög ósáttur með McCarthy og þegar McCarthy bað hann hjálp með sem sagt að fá svona opinberlegan stuðning frá honum að þá neitaði Hoover. Já, ok. Því að Hoover var mjög mótfallinn þessum opinberlegu ásökunum. Já. Hann vildi frekar vera að vinna nýtt með af hlutunum og ekki vera að ásaka bara hvert sem Nei. Og hann vildi ekki sem sagt, að saklaust fólk færi í fangelsi eða hentu landi fyrir ekki neitt. En með því samt að neitunum þá sett hann sig í hættu á að lenda á listanum hans. Ekki Hoover held ég sko. Nei, ég veit það. Hann var með svo mikið upplýsingum held ég sko. Ég held ekki að bara fólk þorði ekki fara á móti Hoover. Nei, ég skil það vel. Hann var mjög skeri maður. Já. En það eitt fyndi við þetta og mjög kaldhæðið að McCarthyismin hjálpaði kommunismanum. Út af því að það var svo mikið ringur í kringum þetta að kommunista gátu frekar falið sig í öllum kaosinum. Já, ok. Þannig að það sett upp svona ákveðin varnavegg fyrir þá og í rauninni hjálpaði þeim til lengdar. Þannig að já, hann gerði í rauninni meiri skaða fyrir málstæðin heldur en ekki, sko. Já. Og síðan stóra spurningin, stóð mikil hætta af kommunisma? Nei. Þetta var mjög óvinsæl hreyfing innan Bandaríkjanna og jú, það voru njósnarar. Og það voru kommunistar. En þeir gerðu rosalítið til þess að þjóðaröryggi væri spilt. Þannig að já, þetta er mjög skrítin tími í sögu Bandaríkjanna og einmitt eitthvað sem við erum að sjá því miður aftur í dag að miklu leyti. Já, það verið þá bara appsynungulega hreyfingin. Já, það myndi alltaf það. Eitthvað svo les. En þú veist, það er rosalega mikið um þetta fólk sendt úr landi án nokkurs séns á að geta varið sig. Já. Og einmitt, þetta er bara að hafa rosalega mikil áhrif í Bandaríkjunum í dag. Já. Því miður. En já, þetta er þátturinn minn í dag. McCarthyismi. Já, McCarthyismi. Og svo kannski kemur hann aftur upp þegar við tökum Arthur Miller fyrir. Já, en einmitt Arthur Miller var einn af þeim sem var allavega tekinn til skoðunar. Já, og var rannsakaður af FBI. Nefnilega. Og því einmitt FBI var ekki að rannsaka hluti áður en ásökuð annað en McCarthy. Einmitt, en ég meina hann þurfti samt að fara fyrir rétt. Já, einmitt. Og Marlene vitnaði með honum. Já, sem magna. Hún stóð með honum. Já, en kannski fyrir það líka meir út í þetta í næsta þætti af Marlene. Já, algjörlega. En annars þá bara takk í dag. Já, takk fyrir að hlusta. Og við heyrumst. Já. Bye. Bye.